Komið aftur sæl. Við vorum að byrja að skoða hérna umræðanir og reikna fjölda umræðana, einhverja hluta eða staka eða einstaklinga. Og í þessu myndbandi þá skulum við kíkja á nokkur dæmi. Byrjum á þessu. En til úrslita í 400 metra hlaupi, best að breyta þessu, þannig að stendur hlapi. Þetta var nú kjánalegt. Sjá. Svona. Til úrslita í 400 metra hlaupi nokkru keppa 8 hlauparar. Á hve marga vegu getur verðlaunapallurinn litið út? Og þá gerum við ráð fyrir að séu 3 sem lenda á verðlaunapalli. Nú, þetta afskaplega fljótt gert. Ég þarf bara að raða 3 einstaklingum af 8 sem í boði. Þá tákna ég það með þessum hætti. 8p3, þetta þýðir af 8 ætla ég að raða 3. Alltaf heildin fyrst, svo stórt p þegar við erum að raða. Það sé að röðin skipti máli og svo fjöldin sem ég ætla að raða. Samkvæmt reglunni fjölda umræðana þá þetta svona 8 hrópmert deilt með 8 - 3 hrópmert. En ég þarf ekki einu sinni að skrifa þetta, heldur nota ég bara reiknivélina, slæ 8 shift og svo umræðanatakkin sem fyrir neðan delete takkan á Casio reiknivélunum og svo þrist og svo sama sem 8p3 336 leiðir til að raða 3 keppendum af þeim 8 sem að taka þátt á verðlaunapall. Þetta var fljót gert. Kíkjum á annað dæmi. Á hversu marga vegu má raða 2 fullorðnum og 2 börnum í hefðbundin 5 manna bíl ef við setjum engin skilyrði. Látum það vera A-lið og B-lið ef að fullorðin verður að sitja við stýrið. Í C-lið skulum við athuga á hve marga vegu hægt að raða þeim. Ef fullorðin verður að sitja við stýrið en börnin 2 geta ekki verið hlið við hlið. Þannig að miðjusætið verður í rauninni að vera autt ef að þau eru bæði aftur í, eða fullorðin á milli þeirra aftur í, eða annað barnanna fær að sitja fram í. Ok, skoðum þetta á eftir. Byrjum að A-lið. Ef ég set engin skilyrði, ég er að raða, ég er með 4 einstaklinga en það eru 5 sæti í boði. Við getum í rauninni litið á þetta þannig að ég sé að úthluta 4 af 5 sætum. Það er að segja ég ætla að raða 4 sæti af 5 á einstaklinga. Það má alveg hugsa það með þeim hætti. Þannig að í A-lið þá gerum við bara 5p4. Röðum 4 sætum af 5 eða úthlutum 4 sæti af þeim 5 sem í boði á þessa einstaklinga. 5p4, það er 120. Það er að segja ég get sett þessa 4 einstaklinga á 120 mismunandi vegu inn í bílinn. En það kemur í ljós að stundum verður þá ökumannsætið autt og bílinn fer náttúrulega hvergi. Ok, skoðum B-lið. Við ætlum að tryggja það að fullorðin sitji við stýrið. Nú það sem við gerum þá er að við bara byrjum á því að velja okkur fullorðin eða raða 1 fullorðnum af þeim 2 sem í boði á ökumannsætið. Það er að segja að það eru 2 og 2p1, ég er eiginlega að hugsa, ég ætla að raða 1 af 2 sem í boði. Þarna mætti alveg standa bara tvistur. Ég hef 2 valmöguleika fyrir ökumannsætið. Aftur komum við að þessu endurtekna vali. 2p1, þetta er bara 2. Okay. Þannig að ég raða 1 fullorðnum í ökumannsætið, þá á ég 3 einstaklinga eftir en 4 sæti. Þannig að ég raða eða úthluta 3 sætum af þeim 4 sem eftir eru á þessa einstaklinga. Þannig að með þessum hætti get ég tryggt það, já, ég set 1 fullorðin
af 2 mögulegum í ökumannsætið og svo raða ég hinum 3 þannig á þessu 4 sæti sem í boði. Og þetta verður 48. Og athugið það, leið og ég set einhver skilyrði á það sem ég að gera, þá ætti eða fjöldi umræðana ætti að minnka. Í A-lið þá voru engin skilyrði, þá kom í ljós að voru 128 leiðir til að raða 4 einstaklingum í 5 manna bíl. Í B-lið þá komið eitthvað skilyrði og þá hlýtur valmöguleikum að fækka. Þannig að hafi það í huga ef að þeim fjölgar þegar einhver skilyrði bætast við hjá ykkur, þá þið sennilega á einhverjum villigötum. Ok, C-liður, hann svona snúnastur. Ég ætla að tryggja það að fullorðnin sitji við stýrið, en börnin 2 mega ekki vera hlið við hlið. Og það sem við gerum í rauninni við skulum finna heildarfjölda möguleika þar sem þau eru hlið við hlið og drögum það bara frá heildarfjölda valmöguleika. Ok, þannig að fyrst ætla ég núna að finna þá alla eða þann fjölda möguleika þar sem fullorðin við stýrið og börnin hlið við hlið. Og ef ég teikna ef við ímyndum okkur að þetta sé bíllinn nú þá hef ég 2 valmöguleika í ökumannsætið og það eru bara 2 staðir þar sem að börnin gætu lent hlið við hlið. Það aftan við ökumanninn og svo í miðjunni. En svo set ég svona ör í báðar áttir af því að innbyrðis gætu þeir síðan skiptum sæti. Eða börnin gætu setið annað þeirra aftan við farþegan fram í og hitt í miðjunni og svo geta þau skipt sæti innbyrðis. Þannig að ég ætla að hugsa þetta með þessum hætti. Ég ætla að velja 1 af 2 fullorðnum til að setja í ökumannsætið. Síðan eru 4 möguleikar á að börnin setji hlið við hlið. Það að segja aftan við ökumann og í miðju, eða þau skiptum sæti þar, þá ég komið 2 möguleika þar, eða þau sitja aftan við farþegan og í miðju eða skiptum sæti þar. Samtals 4 möguleikar. En fyrir hvern þannig möguleika þá hefur hinn fullorðni einstaklingurinn 2 sæti að velja. Þannig að þeim raðað í 1 sæti af 2 mögulegum. Þannig að þetta 2 sinnum 4 sinnum 2, 16 möguleikar. Það að segja, það eru 16 möguleikar á að fullorðin sé við stýri og börnin hlið við hlið. Spurt var hve marga vegu má raða þeim þannig að fullorðin við stýrið og börnin ekki hlið við hlið. Nú í B-lið fundum við út heildarfjölda möguleika þar sem fullorðin við stýrið. Það var 48. Og nú drögum við þá bara þessa 16 möguleika frá þar sem börnin hlið við hlið. Eftir hlýtur þá að standa heildarfjöldi umræðna þar sem fullorðin við stýrið og börnin ekki hlið við hlið. 32 möguleikar. Þetta var dálítið snúið og maður þarf dálítið æfingu til þess að sjá þessa hluti fyrir sér fljótt og örugglega. Þannig að því fleiri dæmi sem þið glímið við, því betra. Mæli eindreið með því að teikna upp skýringamyndið og vera með krassblöð og aðeins svona prófa að teikna áfram, skoða nokkur tilfelli og sjá hvað gerist ef eitthvað breytist. Já, ég held ég stoppi hér. Ég geri bara fleiri myndbönd með fleiri sýnidæmum. Þannig að stoppa hér.